þeir sem eru 50 ára á árinu eru svona afmælis árgangur á hverri ljósanótt. En nú engin ljósanótt, hvað gerum við þá? Heyrðu, við verum ekki bara heima með fjölskyldunni og látum þetta bara bíða þangað til betri tíma. Við ætlum bara seinka því ára að verða 50, vera 49 ára, 1 ári viðbót eins og ein góð sagði í árganginu. Það góð hugmynd. Er það ekki? Mér finnst það. Rúnar, hvað segir þú um það? Við erum bara fólki sem eldust ekki neitt, sko. Já. Búið að fresta þessu. Þetta rosalega skrítið. Og við ætlum að vera svo rosalega flott á því. Við byrjum að undirbúa þetta í október í fyrra. Fengum bara svona copy-paste hvað árgangurinn undan gerði, ætlum að hafa þetta bara ljúft og gera þetta bara eins. Og þannig að, hvað var það í október sem við vorum með allt á hreinu? Svo er þetta bara cancelega upp að þessa mánaðar. Mjög skrítið, sko. Ætluðu þið að gera mikið? Já, við áttu að vera gott partí og hittast og borða saman á föstudeginum og við vorum búin að panta diskotek og svona ýmislegt. Þannig að fjörið átti að vera á föstudaginn, svo ætlum við að hittast og borða saman í hádeginu og svo mæti árgangagönguna eins og lög gera ráð fyrir og fara hérna á hátíðasvæðið og skemmta okkur með öllum, en það býður betri tíma. Bilge, þetta svolítið skrítið. Árgangan hættu verið svona einn af föstum liður, ljósanætur, allar að hittast, gera mjög mikið. Þetta búið að vera einn stærsta bæjarhátíð landsins og svo bara einhvern veginn skrúfa fyrir allt núna. Þetta svolítið skrítnir tímar. Já, þetta eru mjög skrítnir tímar en við náttúrulega bara byggust við þessu. Það er náttúrulega búið að þurfa að fresta svo mörgu en það kemur önnur ljósanótt, ekki spurning. Það er verst með árganginn sem eru á eftir okkur því að við vorum dálítið erfiður árgangur í Keflavík, þessi 70 árgangur og þetta bitnaði svolítið á 71 árganginum. Og því miður að ef við ætlum að fara að vera næstar, við verðum eiginlega að fá að vera bara til hliðar. Auðmikið þau. Já, auðmikið þau. Og við hefum komið inn með trompi út af því að það sem við vorum að passa okkur á núna, við ætlum að vera með alla sem eru 50 á svæðinu og vorum mikið að passa það líka að bjóða öllum þó þeir hafi ekki verið hér í skóla. Þannig að það flutt í bæinn eftir það, þannig að þetta var orðið grúpan var orðið 160 manns og við áttum von á vel yfir 100 manns að hittast þarna. Þannig að þetta var mjög skrítið. Þannig að það verður engin hittingur? Ekki núna. Nei. Ekki núna á næstunni og það er ekki nema eitthvað mikið breytist. Hvað ætlar þú að gera sjálfur? Og þín fjölskylda? Við erum bara ekki búin að plana svo langt, sko. Við stöndum í breytingur heima, ætli ég verð ekki heima að rífa parkett. Þannig að ef einhver í árgangnum hefur ekkert að gera og með að koma heima að rífa parkett. Þú ert ekki að fara að rífa parkett, Bilge? Nei, ég er búið með þann áfanga. Ætli við bara hittust ekki fjölskyldan og höfum bara gott grill og maður bara gerir gott úr þessu. En í þinni vinnu, hvernig COVID að fyrirgefi segi, punkast í þér? Já, heyrðu, ég starfa sem hárgreiðslukona og ég þarf að vinna með grímu og mér er það alveg mjög erfitt. Ég finn svona úthaldið er minna þegar ég þarf að anda í gegnum þetta allan daginn en maður leggur það á sig. Það er betra en að þurfa að loka eins og við þurftum að gera í mars og apríl, já. Þannig að... Þú ert að vinna í flugstöðinni, hvernig er staðan? Við vitum að hún er ekki góð. Hún er mjög sérstök, það alltaf er mjög rólegt og það er eiginlega þegar maður er búin að vera hann í nokkur ár og labba flugstöðin og transitsvæði þegar mikið er að gera. Þá er þetta svolítið skrítið og það liggur við það að maður verður þunglindur að labba flugstöðina. Þegar það er ekkert að gera, þegar maður getur talið bílana á bílastæðinu og þeir eru kannski innan við 10 eins og var í upphafi. Þannig að það er ekki gaman, en vonandi, ég er alveg viss um það, þegar þetta fer að stað, þegar það kemur bara góð á allt, að þá verðum við fljót að koma tilbaka. Við erum alltaf með rosalega sterkan hópina sem er að vinna fyrir sunnan og vonandi komaði bara sem fyrst í vinnu og við getum farið að taka á móti hellinga túristum. Það sýndi sig kannski aðeins í sumar að þegar það var opnað þá voru ferðamennirnir fljótar að koma. Já, menn enda Ísland er virkilega fallegt land og það er ekkert að breytast. Þannig að leið og fólk fer að ferðast, þá held ég að komi til okkar. Sammála því? Algjörlega, ekki spurning.